Dóttor fútból heilsar á fallegasta degi ársins, það sem að ver 10. apríl, fyrsti dagurinn í bestu deildinni. Já, það vel við hæfi að við fáum fallegasta daginn í dag einmitt Eiður Smári Guðjónsson og Gunnar Birgisson með mér hér báðu tveir. Svo við fengum fréttir í gær að góðsögnin Björgvin Halldórsson, hann búin að kveðja okkur 74 ára gamall. Eiður, þú hefur væntanlega þekkt Bjögga eitthvað aðeins? Nei, lítið. Já. En aðdáandi bara eins og vel þjóðin. Já. Og já, þetta var bara smá sjokkrandi. Já. Það er svona 74 ára, 5 ára. Já, 74. Engin aldur. Nei, hann, þannig að í Belgíu hefur verið hlustað á íslenska tónlist? Nei, ég held að það hafa verið meira. Ekki á heimilinu? Nei, ekki þannig, ég held að. Pappinn hlustað Iggy Pop? Iggy Pop og hvað heit hann, Billy Idol. Svaka uppáhaldi. Það var meiri svona aðeins sem á þeim tíma má segja þungar okkar, svona semi-þungar okkari. Já. Enda með brjálaðan eipara 87, Arnór Guðjónsson. Hérna. Það er bara einhver lengsti eipari sem við séð. Sko. Já, þannig að þú kynnist þessa íslensku tónlist á bara seinna? Já, þetta er yfirleitt bara í fríum og þú veist, á þeim tíma var þetta náttúrulega bara útvarp og sjónvarp og þú veist, það vita allir. Já, minni kynslu og eldri kynslu og í rauninni allir á Íslandi hver Björgvin Halldórsson. Já, heldur betur. Gunni, þú þekkir hans lög? Já, ég er mikill aðdáandi. Maður var nú alltaf svona bubba með, þú þurfti svolítið að velja það hlið í galanda, þú veist, ég var svona bubba megin í lífinu, en það var svolítið fyrir þína tíð, Gunni minn, sem að með voru að velja sér hlið. Seinna meir þá Var það djúran og vann? Já, seinna meir þá hefur maður kunnað að meta hans lög svona, þeimun meira. Já, karakterinn, það var svo mikil típa, sko. Þú veist, með svo mikil presens, lappaði inn og það bara, wow. Hann er mættur. Krakkarnir í dag myndu kalla Aura. Já, Aura. Þetta er mann ekki neitt, en ég var alltaf að mæta honum og við fórum á sömu skyndibitastæðinu. Hann var mikill kínahofsmaður á Nýbruveginn. Þar mættustuð og á Pítunni. Það eru tveir ótrúlega staðir. Við erum pítumenn. Já, vorum það. Og hvað er upp á slæðið með það? Það er bræðralag. Já. Lagið HM í handbolta. Já. Ég er Himinn og jörð, ég og Teddy Ponsa, við erum Himinn og jörð. Já. Náttúrulega. Og gullvagnin. Já, og Eiður væntar með jólalögin. Já, öll. Það er mikið jólabarn. Já, gaflarinn Björgvin Halldórsson hefur hvatt okkur Dóttor fútból auðvitað, það er auðvitað Giggo sem eru með Dóttor fútból, það er ef þið vantar með eitthvað verk. Þá retta er því og við höfum góða reynsla þessu hér í Dóttor fútból að henda inn verkbeðnum. Einhver verkbeðni frá ykkur drengir, vantar ykkur eitthvað? Er einhver iðnaðarmaður sem þið þurfið? Eða skemmtikraftur? Nei, þá er það gott. Ég held að þetta sé svona nokkuð. Maður er duglegur að ditta sjálfur. Maður gerir þetta. Já, maður er duglegur að ditta sjálfur líka. Gerir þetta sjálfur. Já, þetta er bara YouTube og svo fylgir bara. Já. Þú lærðir að flísaleggja á YouTube. Það er rétt hjá þér. Já. Bara eftir að byrja. En ég kann það. Já, þegar þú komst heim til mér fyrst lánaði leyserinn. Já, rétt. Þannig að sko, það er bara, og ég skammast mín ekkert fyrir það. Ég væri sennilega betri að flísaleggja með fótunum heldur en höndunum. Já. Það er bara ekkert hér nema bara, þú veist. Já. Og þú erum ágætist tötts í löpunum. Já, fínast að tötts þar. Það held ég Túborg með Dóttor fútból og Túborg fæstu auðvitað í Smáríkinu og svo er það Dominos sem sjá pítsuna. Það verður að tekna nokkra pítsur helgina. Það er auðvitað þessi frábæra helgi. Það er Mastersmótið í golfinu. Og mér langar að hrósa sín fyrir að splitta skjánum þegar það fara í auglýsingar. Þá getur maður hort á keppna meðan að auglýsingarnar rúlla yfir og ég held að þetta sé eitthvað sem við máum eftir að sjá miklu meira af í framtíðinni. Drengir, hverjir haldið þið að vinni Masters? Svona úr þessu þá finnst mér alveg líklegt að Rory McIlroy kláraði þetta. Ég er líka alveg hrifinn af Justin Rose. Justin Rose gamli maðurinn. Solid spilari. Stabíl maður. Já. En þetta með að splitta skjánum, af hverju ætli það hefði gerst? Já, það var farið í þegar hann átti auðveldustu vippu, hann ákvað að fara 3 inn á hann Rory McIlroy. Já. Takk aftur, Rikki G. Það var ekki honum að kenna. Hann er fronturinn, hann verður að taka skítin. Já, hann tekur skítin. En hver heldur að vinna þetta, Eiður?
Ég held að Rós taki þetta. Já, bara stabíl. Var hann í fyrra. 3 í öðru sæti. 3 í öðru sæti. Já. Smá Arteta í honum. Já. Klára þetta núna. Hann klára þetta nú. Þannig að það væri gaman að sjá hann klára þetta, talandum að klára hlutir af Fitnessport með Dr.Fútból, við erum að koma okkur í toppstand fyrir sumarið. Ég var að æfa á hann og tók pre-workout frá Fitnessport, gekk. Það eiginlega gekk allt upp í dag í rektinni. Maður var svona að leita af tríspumpi og ég held ég að fengi það pumpi í þríhöðan sem að ég gekk inn með. Það er langt síðan að það var æfing sem að gekk ekkert upp. Já, það var einn síðasta mánuð sem var ekki alveg, fekk ekki alveg það pump sem ég var að leita eftir. Við ætlum að henda í spurningum með tölvutek og ég ætla að sýna ykkur mynd af 3 mönnum og Gunni, þetta er til þín. Þetta er til mín, já. Tölvutek, aldrei mig veg. Veistu hvað liði þessi 3 hafa allir spilað með? Þetta er Ivan Perisic, Igor Thiago og Sofjan Amrabat. Þessi menn hér, Ninja Creamy að sjálfsögðu minna á hana, þetta eru, ég með mynd hérna fyrir framan af Perisic, Fiorentina, Thiago og Sofjan Amrabat. Eiður, ef ég myndi bæta þér að þín, myndur þú að veita hver þetta væri, hvert liðið væri? Gjör svo vel. PSV fænt. Nei. Þá veit ég ekki. Eiður Smári, Sofjan Amrabat, Igor Thiago og Perisic hafa allir spilað fyrir Club Brugge. Já. Við hefum geta verið þarna seint á næsta ári og ég hefði geta giskað yfir alla deildir. Já, þetta átti líka ég hefði bara þurft að fara í gegnum þessi 17 lið sem ég spilaði fyrir. Já. Ég hefði verið bara molde. Þannig að, já, þetta var svona bara smá. Býtu, hvenær var Ivan Perisic í klubur? Áðan Ivan varð Perisic. Igor Thiago var þar líka áður. Hann var eitthvað frábær í Belgíu, sko. Já, hann skoraði eins og titlingur. Þar einmitt verðum að kíkja í íslenska fréttir og þetta byrja á smá leiðréttingarhorni því að á Íslandi er ekki blaðamannafundir og það er svona neyðustu bara til að fara í síman og hringja í mannskapinn. Við fengum þær fréttir í gær frá þjálfara Víkinga að Gylfi Sig myndi missa af leiknum og var á leiðinni myndatök og var að vonast þetta er stutt því að það var langt tímabil framöndan. Nema það komu í þessari myndtöku að skanna að ljósa, það var ekki drifið í vöðvanum og þá sagði Gylfi, ég spila á morgun og Gylfi verður með í kvöld í þessum fyrsta leik, þannig að þetta sé leiðrétt hér með. Eiður, það er öðruvísum ykkur atvinnumennina, því tekið mikið præti því að spila leiki. Ég meina, þú spilaði með miðjumanni, Frank Lampard, sem að hann gat verið með byssukúlu í lærinu, hann spilaði samt. Er þetta eitthvað annað mentalitet sem að atvinnumenn í greininni hafa heldur en? Ég held að menn sem að sko leið og fá þau skilaboð frá læknateiminu að það er ekkert sem getur gerst. Þetta er bara verkur. Hún getur bara komið í gegnum hann. Svo þegar leikurinn byrjar, þá byrjar adrenalínið að kikka inn og þú svona gleymir þessum meiðslum innan gæsalappa verkjum og ég held að menn sem eru með rifin vöðva eða slítinn crossbönd sé ekki mikið að spila yfir höfuð. En það er eitt og eitt það er einn og einn sem hefur spilað með slítið crossband. En þá er búið að styrkja alla vöðvi kring svolítið vel. Það er búið að æfa með þér í mánuð, sko. Já, það er til í þann leik. Það er til í þann leik. En svona bara í fullri alvöru, bara, þú veist eins og hann ætlar að spila og ég meina, þú spilaður auðvitað alla leiki í mörg tímabil og ég meina, en bara að því að Lampard kemur bara strax upp í huganum hann. Bara gæði sem neitaði að vera meiddur. Hann átti held ég, og á ennþá, eitthvað lengsta rönn, það sem að misti ekki úr leik, sem voru eitthvað 2-3 ár, þangað til hann var bara það veikur, ég held að hann hafi legið upp á herbyggi kvöldið leik með 40 stig hita og var ekki alveg búinn að gefa upp á bátinn og tóku upp hitun og sagði bara, heyrðu, ok, þetta er aðeins svo mikið. Hefurðu kynst leikmenni sem eiga auðveldra með að segja, ég er aðeins slappur? Já, menna, Hernan Crespo ákvað, hann gat ekki spila heimaleika móti Arsenal af því að hann var, sko, hann hafði klift nöglin á Stórutá aðeins svo mikið. Hafi ekki lent í þessu þegar. Klikkaði svo mikið. Viðbjóðslegt, sko. Þetta er viðbjóðslegt, en anskotin hafi Chelsea Arsenal. Ég fagnaði, þá startaði ég. Þetta sko ég held að sé bara rosalega misjafn sko sársauka þröskuldurinn hjá mönnum. Þú veist, þetta er svona man flu
ofboðslega vera sumi veikir þeir eru með flensu. Aðrir bara býta í axlinn og hætta þessu væli. Sko Roy Keane talaði að hann kynst þessum kúltúr við gegnum hollendingana sko, að það var eitthvað að, þá spiluðu þeir ekki. Þú veist, Það er nefnilega magnað að það er svolítið hollenskt að það var bæði sko umbúðsmaðurinn minn á sínum tíma í Hollandi og þjálfarar og annað sögðu bara, ef þú ert ekki 100% ekki spila. Það gæti komið í baki að þér. Og svo þarfst að fara að væli við því og þá hafi ekki verið 100% ef að leikurinn spilast þannig og áttu lélegan leik. Já. Arjen Robben var ekkert að býta í axlinn á sín tíma til að þú veist, keyra sig í gegnum þetta sko. En þegar hann var 100% þá var hann líka 100%. Þetta er nefnilega sko Gylfi virðist vera þannig típakunni að hann er ekki að leita eftir því að líða eins og þegar hann fór á Tommamótið 99. Hann veit að svo tilfinning kemur ekki eftir, hann mun þurfa að spila. If you can't play with pain, you can't play the game. Ég veit bara ekki hvernig þetta getur breyst svona mikið á einum sólarhring sko. Það var hérna hann verið myndatöð, hann verið skanna og hann kemur í ljósa að það er ekkit. En þú hlýtur samt að finna, ég meina að það er einhver ástæða fyrir því að hann fer í myndatöku. Þetta hljómar nú bara svo eitthvað plott hjá ykkur víkingum. Já, við víkingarnir. Nei, ég meina, hvað meinur? Ég meina, það er mjög skrítið að fara úr því að geta ekki spilað yfir það að hann er líklega í byrjunarliðinu. Erum við ekki sammála það? Ég veit ekki, hann fyrir skanna og kemur í ljósa að það er eitt, þeir bara voru fullvissur að það væri eitthvað. Já. En heldur þú að allt þetta myndi koma í viðtal í dag á blaðamannafundi og segja að Declan Rice off á morgun? Spilar ekki, móti Bournemouth. Og svo bara hann mættur í byrjunarlið. Við höfum séð hann aðeins gerast í Ég hef séð og upplifði Mourinho fara á blaðamannafund Champions League út á móti Barcelona. Ég skal bara segja ykkur byrjunarlið. Svo tók hann byrjunarlið og ég var inni. Ég sagði, næs. Svo byrjaði leikur. Ég er á begnum. En þú ert ekkert meiddur annars? Nei. Svo kem ég inn á. En það er annað, þá ert að villa bara til En ef þú ert ekkert að villa til þetta er leikurinn. Já. Þú veist, fá andstæðingin aðeins til að efast bara hvernig verður byrjunarliðið. Þú veist, ef einhver hefði sagt fyrir leik Messi er tæpur. Já. Heldur að hitliðið hugsa ekki, ef hann er ekki með, þá erum við í góðu stuð. Ég er svo sem, þú veist, ég er ekki að segja að Gylfi sé Messi fyrir Víkinga, en hann er náttúrulega bara yfirbyrða besti leikmaðurinn í Víking. Og það, við erum að tala um þetta mynda fyrirsagnir og heldur að Ólafur Ingi hafi ekki hugsað, væri gott ef að Gylfi væri ekki með. Já. Ég held frekar að menna að hugsa, ég trúi þessu þegar ég sé skýrsluna. Já. Ég held að það sé, það var allavega þannig hjá mér. Ég sá ekki Gylfi að missa þessum leik, sko. Eini leikmann í enska boltanum sem ég vonaðist alltaf til að erði meiddur þegar að þetta var Patrik Vieira. Ég nefndi ekki að hafa hann inn á miðunni og það var mjög fyrst ef hann geti drullast til að vera meiddur. Já. En lítilega samt. Já, bara lítilega. Bara 4 til 6 vikur. Flensa. Við slum powerranka með vinnum mínum í Netgyro. Já, Netgyro, þeir hjálpa þér þegar þeir vantar smá aur. Og við ætlum að powerranka með þeim. Þú ert ekki að gefa upp neinar viðkvæmar upplýsingar. Þú bara færð þetta allt saman hjá Netgyro. Og einu svona þar til símanúmerið góða. Gunni? Já. Það er mjög skrítið að það er drengur sem á ekki að pirra einn eða neitt í mastersmótinu í gólfi. Hann heitir Robert McIntyre. Já. Rob McIntyre. Ég veit ekki hvað það er, en hann fer í töðunar á mér. Já. Það er eitthvað við allt fasið í honum og eitthvað. En sástu bólinn sem hann var í gær? Já, og svona skota eitthvað og hann var ekki fattur bólur. Já, ég er mjög hrifinn af golfvörunum frá Nike, sko. Þessi var ekki góður. Ég veit ekki, af því ég hef einhvers það kynst manni sem lítur nákvæmlega út eins og þessu. Þetta er mjög íslenskt útlit á þessum manni. Já, þetta er svona gæi sem að, þú veist, var þetta ekki viti? Já, þetta er Þetta slóst hann ekki tvisvar? Ég hef hitt hennar mann áður. Já. En ég ætla að fá þér til að búa 5 íþróttamenn sem að fara í taugarnar á þeirri gennum tíðina. Já, það getur gert. Kjóttu með númer 5. Max Verstappen. Max Verstappen, ok. Já, bara eitthvað við hann. Þú veist, þetta er svona... Ekki helstu með Lewis Hamilton á móti honum. Ég var alveg gallharður Lewis Hamilton maður og styrkist í þeirri skoðun. Hann er náttúrulega byrjaður að hitta mína konu, Kim Kardashian. Já, númer 4. Númer 4, þar er ég með Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, hérna tennisspilari. Mér finnst hann ógeðslega skemmtilegur. Nei, bara, þú veist, hann er svona rókafullur, hann ofta garga eitthvað á dómara.
hann fer bara valla í gegnum leik þar sem hann smallar ekki svona 6 spöðum. Já, heyrðu, hvernig var þá John McEnroe frægur? Já. Má bara elska þetta fyrir þetta var inn í 80s. Þetta má ekki lengur í dag. Þetta er bara cancela öllu. Þetta er minn listiður. Hann hefur rétt á þessu. Ég var rétt á þessu. Fyrir ekki. Herðu, númer 3 er Patrick Reed. Þetta er hérna svona bullyin Ég elska hann. Þú elskar hann? Já. Ég er náttúrulega Evrópu með inn í gólfinu, sko. En Patrick Reed er svona, ég veit að, þú sérð svona, þetta er svona bully-lúk á hann. Já. Þetta er svona gæi sem að tekur nestið einhvern veginn í skólanum. Já. Það er bara... Þetta er þannig gæi, sko. Ok. Ég hef alveg gefið frá mér hérna samlokunar með smjör og gúrku sem að mamma bjóð til, sko. Smjör og gúrka, það var geðveikt, sko. Númer 2. Það er Steph Curry. Steph Curry? Já. Það bara... Hann er töframæður. Já, ég veit það. Ég ber virðingu fyrir því sem hann hefur gert, sko, og bara, þetta er undeniable, bara líklega eitt besti leikstjórnandi í söguleiksins, sko. En það er eitthvað við hann sem fyrir töðunar. Það er bara þegar hann setur eitthvað svona góminn út og hérna, fór mikið í töðunar þegar hann var að kljást við LeBron með sín ofurlið. Þá fór hann mikið í töðunar. Já. Ok. Já, bara rétt á þessari skoðun. Já, nú er fullt rétt á þessu skoðun. Hvaða íþróttum maður fer þá bara mest í töðunar af öllum? Já, það var alltaf sami maður, en það var Gary Neville. Já. En, sko, sýnir kannski svona hvað maður hefur þroskast mikið. Mér finnst hann... En nú er hann orðinn lærifæði. Nú er hérna... Svona podcastari og alls konar. Hann er líklega, að mínum að þetta er svona kannski næst besti pundit í sjónvarpinu í dag. Og eftir Thierry. Mér finnst sko, Thierry Henry ekki sérstaklega, mér finnst nefnilega sko... Já, hann er algjörlega stórkostur. Mér finnst hann ekki skemmtilegur, af því að hann hérna... Dýftin og þekkingin hann talar second language. Eiginlega eini maður sem ég sé komast í brestjónvarp og vera góður í second language er Eiður. Mér finnst ekki gaman að hlusta á frakkatalensku, mér finnst það fer í eyrun á mér, einhvers staðar hljóðinna og pirrar mig. En Eiður er einn af mjög fáum erlendur leikmönnum sem höndlar enskt eða brestjónvarp. Það má hlæja þessu, sko. Nei, hvað útlíka? Fyrst ykkur gaman eitthvað? Frank Leboeuf eyðilegur á mér eyrun. Já, ég meina, þú er aldrei heyrt frakka sem að tala bara svona fluent. No, I haven't. Nei, emitt. Why would they defend this law? Já, það er annar hrynjandi í franska tungumáli. Það eru engir sem geta þetta, nema, þú veist, Eiður getur þetta. Ég meina, Solskjær talar frábæra ensku. Já, hann er ekki pundit. Hann er ekki eis. Nei. Ég bara segast, það er fullt af... Mér varst best þegar ég las daginn að ég hitti Joe Cole annars slæði og við vinnum saman og kannski erum við að vinna saman helgina að hérna Jose Mourinho kom út og sagði Joe Cole, the best pundit in the world. Já. Við erum Benfica-leikja. Þetta er bara wow, því lít rós. Já, það er samt Ég var líka fínn í fótbolta. Já, það var hérna það er skemmtilegt. Einhverju svona íþróttumenn sem að gerum tíðina náðu að pirra þig, Eiður? Já, fullt af típum. Já, einhverju er í svona Ég er alveg, sko, kannski mér aðeins litaði núna að samfélagsmiðlum og maður skrollar í gegnum eitthvað þegar maður fer í, þú veist, the rabbit hole. Já. LeBron fer alveg geðvikislega mikið í töðunar mér. Já. Að reyna að vera bestur í heimi í sögunni og bara sko, það er líka svo er hann bara nullaður af núverandi og fyrrverandi leikmenn. Það er bara einn geit og það er Michael Jordan. Þetta er Ronaldo dæmi. Já. Það er bara Ronaldo er farin að fara ískikli í töðunar. Hann er að fara að klára þetta með Alna Sarvist. Já, með dómarateimi með sér. Með hjálp. Þeir fá medalíu. Dómararnir? Já, rólegur. Já, Lewis Hamilton er þetta hjá mér. Ég hef megan ekki. Nei, það er gaman aðeins. Talandi um leikmenn sem að allir hérna elska. Erik Cantona. Þið búin að sjá þegar hann er þarna með íslensku leikkonunni og er að kenna íslensku orðin? Já. Ég veit ekki hvað hann segir í lokin. Nei. Veit ekki hvað Cantona segir í lokin? Nei, það er, ég er ekki með vídeo hérna fyrir frá mig, en ég er búin að hlusta á þetta svona 800 sinnum og reyna að grípa það sem hann segir hérna í lokin. Erik Cantona, maður sem bjóð til ensku úrvalsdeildina. Á Íslandi 92, 3, 4, 5, allir ára NBA, ítalska boltan. Þetta er maður sem bjóð til enska boltan og sett hann á allt annað level. Og það er þetta tímabil 95-96, þar sem allt breytist og enski boltin tekur yfir og þannig er staðan búin að vera í 30 ár. Hann er bara einhverstað út á landi í dag. Hvar er hann? Veit ekki, er það ekki að taka? Hólmavík? Nei. Hvar var hann? Húsavík?
Nei, hann ekki ósæk. En veist þú varst að tala hérna með franska hreimin og ensku. Yes. En þú elskar íslensku með franskum hreim, sem sagt. Já, bara gaman að hlusta á kantón. Já, meina þetta bara því þetta kantóna hjörfa. Ekki vera að tala að franskir heiminn er svo glataði. Svo kemur hann til Íslands og þú bara mýgur í þig. Jú. Já, ég mjög ánægður að hafa Íslandi. Ég mjög ánægður að vera kantón á Íslandi. Ég líka. Hann glæsilur. Já, snillíkur, sko. Já. Stórkostlegu leikmaður og enn betri manneskja. Það skiptir mig eiginlega bara meira máli heldur en margt annað. Við slum kíkja á smass eða pass. Smass auðvitað norskana með okkar og ég ætla að fá drengina til að smassa eða passa. Hér þetta fyrsta spurningin í smass eða pass. Arnór Borg yfir eða undir 5,5 mörk. Hann skoraði þetta í bikarnum síðustu helgi, hann var mikið meiddur á ekkert season þar sem hann hefur skorað consistently. Hann yfir eða undir 5,5 mörk? Gunni, ég byrja þér. Já, ég ætla að segja smassa því ég held að FH skori mjög mikið af mörkum. Við fáum líka á sig mjög mikið af mörkum. Já. Hvað heldur þú veður? Heldur að hefur hann heilsunni að spila nógu marga leiki? Já, þetta er náttúrulega bróðir minn. Já. Ef hann helst meiðslalaus. Já. Það er ekkit að honum, þú veist, það er bara rosalega óheppinn. Já. Þetta er eina af þeim típum sem er bara, þegar hann kemst á flug, já, þá lendir hann í einhverju umliðtækningu og eitthvað gerist og eitthvað. Og stundum í fyrra voru vöðvameils sem voru bara aðeins flóknari heldur en þessi típisku vöðvameils. Ef hann helst heill og spilar x mikið af mínútum, þá fer hann alltaf við 5,5 mörk. Ok. Já, ég meina... En þetta er allt spurningamerki. Þú veist, á því miður þurfum við að líta á söguna, bara hefur aldrei náð að klára heilt tímabil. Nei. Því miður. Og það er stóra máli. Ég var reyndar að gefa þessum strák það að ég vissi ekki að the level of comedy væri til í Guðjónsson fjölskyldunni sem hann bauð upp á þegar hann mætti og fagnaði titlinu með Víkingunum. það var comedy, það var level af bandir sem ég held að væri bara ekki til í þessari fjölskyldu en hann sýndi að það er líka comedians það er comedians í fjölskyldu. Þú þarf bara up your game. Já, þetta var ógeðslega gott. Þú þarf bara að komast á okkar level. Já, þetta var svo fyndið að hann var mættur að fagna titlinu með Víkingunum. Þetta var geðu. Tjekkum á mér, Þórsarar yfir undir 22,5 mörk í 22 mörkin, það er að segja Íslandmóturinn. Haldið að geta þið skorað eitthvað? Er þetta skorið eða fengið á sig? Þetta er skorið. Já. Fyrir ekki. Já, ég ætla að segja smassa. Heldur þú komast yfir 25 komur? Já. Já, bara mark skorið 23 mark í 22 leikjum. Heldur það er náður? Yfir mark í leik? Já. Já. Rétt yfir? Já, ég held að það verði kannski bara svona 27, milli 27 og 30. Eður heldur að Þórsarar því að oft helst þetta í hendur fjöldi marka og stigafjöldi eins ótrútt og það hljómar þá... Nei, það er oft þannig. Ég meina það er ýmislegt sem við 40 mörk og 40 stig. Með þessari statistík í fótbolta. Já. Sum statistík virka bara virkilega vel fyrir sum lið. Já. Ég held að... Ég held að það muni komið alltaf óvart. Já. Og taki 3 stig á Hlíðarenda. Já, við förum í það betur á eftir. Og skorið þar 23 mörk. Bara til að klára þetta í fyrstu umferð. Nei, ég held að þetta verði mjög tæft og þetta verður alltaf á brattan að sækja fyrir Þórsara. Já, kíkjum aðeins hérna og svo er það auðvitað að verður Hermann Hreiðarsson en hjá Valum Vestlumærkina. Haldið að, þú veist, það hefur svona, þeir tapa strax í bikarnum og hvernig búið að þungt undirbúinstímabil, verður að ná frá smassaða paskunni í Vestlumærkina? Ekki gretta þig? Ekki gretta þig mig? Engi sveiprið? Ég ætla að segja pass. Ég held að hann klári tímabilið. Já, ok. Ég held að hann klári tímabilið. Eður heldur þetta gamall liðsfélagi þinn í íslenska landsliðinu, heldur hann nái að steady the ship og láta allar róa í sömu átt? Hvaða leikur er eftir Þór hjá Val? Þeir eiga held ég nokkuð þægilegt á pappír. Já, á pappír, já. Já. Þannig að þú veist, ég held að það lítur alveg þannig út að þeir eiga Þór og svo eiga þeir IBVF heima, svo er FH úti, þú veist.
Já, Þetta er, þú veist, á sama gæti alveg verið 9 stig eftir 3 leiki. Gæti verið 9 stig, en gæti líka verið sko kannski bara, þú veist, 4 stig eða eitthvað svoleiðis úr temmilega auðveldu, þú veist, líklega auðveldasta prógramið af þessu svona top 6 liðum. Fyrstu 3 leikirinn á móti þessu sem við töldum vera 4 slökustu liðum. 4 slökustu liðum, þannig að þú veist, allt undir, eins og ég segi, 6 stig þarna væri vonbrigði, held ég. Bjartsýnn fyrir þína gömlu félaga? Val eða þá? Já, ég bara vala því við erum að tala Hermann. Já, ég held að sko, það hefur sýnt sig í gegnum árin og sérstaklega út af íslenska tímabilinu. Ef þú tekur fyrstu 3 þá er bara komin langleiðina. Já. Og sko, það var mikið gert náttúrulega úr þessum leik, bikarleiknum mútið KR og spilamennskan og allt annað og allt það. Ég held að Valur gæti alveg verið með allavega 7 stig eftir fyrstu 3 ár. Ok. Sem að ætti bara að vera nokkuð gott. Þá ætti komið svona smá rönn. Þá ætti svona komið smá rönn og smá fílingur af því að maður hefur, ég var ánægð með að byrja bikarinn aðeins fyrir árinu og þú veist, kom inn í tímabili í leikjum sem að skipta einhverju máli. Já. Nú eru Valsmenn lausir bara við það, svekkjandi náttúrulega, því að þú vilt alltaf taka þátt í bikarkeppni eins og helst fara alla leið í úrslitaleik. Geta ítt því til hliðar. Deildin 7 stig eftir fyrstu 3 ára umferðir, þá myndi að líta ágætlega út. Já, það er vonandi að þetta byrji vel hjá Valsmönnum. Þú náður ekki að vera Íslandsmeistari á Íslandi, en þú varst nálægt í því að káringar sem varst búin að yfirgefa fóru í úrslitaleik 98. Í bikarnum? Nei, ég er að segja í deildina. Já, deildina og lendi í öðru sæti og unnið ekki árið eftir. Jú, þú hefur verið tilbúin að fljúga heim eða unnið titilinn og sveifla medalíunni. Ég talaði medalíur. Ég væri sennilega búin að týna henni eins og þetta væri medalíur. Þetta var svo magnað því að það er við skulum hins vegar halda áfram að fjallum þessa fyrstu umferð. Þetta auðvitað allt saman að byrja og við erum að fá algjör á topp aðstæður, allt sem við gátum beðið í þessu öllu saman úrbúðin með Dr. Fútból. Já, eins og ég hef margoft sagt að þegar konan hringir þá ertu í múrbúðinni. Eins og ég segja að pirrandi maðurinnar er að spila núna Rocket League heima á sér á Bumbunni. Þá ert þú í múrbúðinni að kynna þér nýjar múrblöndur. Er þetta eitthvað nýtt, flott blanda? Já, hún harðnar aðeins fyrir en gamla típan. Þetta er það sem þær vilja að heyra. Og þær vilja líka að heyra af böstildinni fótbolta, það sem að víkingarnir mæta Blikunum. Já, og stækkar meira með þessari blöndu. Já, þetta er betri blanda. Og þú veist, meðan að fyrirverandi er bara Rocket League í PlayStation. Skeðveitt að þú veitir hvað Rocket League er. Já, ég er í þessu öllu. Þá er þetta allt þrútnar og stærra. Já, þetta er allt svoleið. Þú ert í múrbúðinu með þessu aumingi er í Rocket League heima á sér. Þeir börum í leik Breiðabliks og Víkings og Breiðabliks. Ég er náttúrulega búin að segja frá því að Gylfi verður öllum við getum með. Ég meina, það spá allir Víkingunum titlinum. Gunni, þú ert einn af þeim sem að gefur ekki mikið fyrir það. Ég gef helling fyrir það. En ég er bara búin svona að vera að hugsa þetta og eiginlega bara í flottum uppbytuna þetta á sín í gæra. Þá tókst Alberti Brynjar bara svona samfæra mig enn frekar að ég held bara að þú veist, þetta leikja álag, Evrópu, ævintýri og annað, að þetta sé bara, þú veist, að íslensk lið séu bara ekki komin þangað að vera í stakkbúin til þess að glíma við það og deildina og svo bikarinn líka, sko. Þannig að, ég held bara að svona júlí, ágúst verður örugglega erfiðir mánuður fyrir víkingana og þá er tækifæri fyrir einhver önnur lið að stinga af og ég held að Breiðablik verði þar fremst. Já. Bjartsýnn fyrir hönd Blikana, ég meina hvað sér þú í þessu Eiður? Ég meina þeir eru favorites víkingarnir í þessum leik svo sannarlega. Getur ykkur komið í veg fyrir að víkingar vinna þetta? Ætti að stjórna þessu leik og ég er gaman að þessari pælingu, sko. Þú veist, er eitthvað íslenskt lið í stakkbúi til að spila 10 mánuði ári? Gera það ekki alla þjóðir allan heim? Jú. Okkur ætti við ekki að vera. Loksins þegar búið lengja eins tímabili hjá okkur
þeir ekki nógu vel undirbúnir. Man horfir á stærðir leikmannahópsins og ætli þeir séu þá ekki bara svona fyrstir til þess að undirbúa sig, loksins erum við að komin í svona almennlegt tímabil í íslenskum fótbolta þar sem að það bara 6 vikna frí eins og gengur og gerist allan heim. Já. Ég get ekki séð annað en að Víkingur klári þetta bara tiltölulega auðveldlega. Já, þetta verður áhugavert. Það er náttúrulega mjög breiður hópur hjá Víkingunum og enn bætist í svona stuðningsmannafjöldan hjá þeim. Eiður, það er svo sem eins og kunnugt þú ert mættur í Fossvogin, Auðun Blöndal er mættur í Fossvogin, Sveppi, pappi hans er einhverju honor í Víkingur. Þannig að það er einhvern veginn alltaf ganga með Víkingunum akkurat núna. Ég er ekki Víkingur per sé, en fluttur í hverfið og allt það og var í hverfinu lengi. Og pappiðinn spilaði fyrir Víking. Já, og pappi var í hverfinu. Og gaman að segja frá því að ég og Sveppi, ég veit ekki hvort þið kannast þið hann. Jú. Við, þegar Víkingur var Íslandsmeistari 1991. Já. Ég myndaði þessu sko. Þetta er á Instagraminu mínu, fyrir þá sem vilja kíkja. Þá er ég og Sveppi í uppvaskinu í partíinu hjá Víkingum þegar unnu titilin. Já. Og þetta minni mig sko að kvöldi 14. seft að því eftir miðnætti átti ég afmæli. Og þá er ég bara raðið í uppþvottavél sko. Í Víkingsbúning og servera kampaðinn. Smökkuðum ekki þá. Hefðum betur gert það. Bara til að taka þátt í gleðinni. Já, þetta er gaman að þessu. Já, og Víkingar er á komu garðinum og þannig að Sveppi hefur mjög sterkar tengingum við Víking. Bjössi Bjartmar sem náttúrulega bara, þú veist, the moment of your life in Icelandic football. Og kemur inn á og bjargar þessu. Það er alls konar hann inni, sko. Já, þannig að þú átt allavega einhverja tengingu við Víkingana og við vonumst auðvitað til þess að Auðun Blöndal geti boðið fólki til sín í kvöld. Hann er þarna upp í Grímsbæ. Við þurfum kannski að sína alla myndinar. Já, þetta sést ekki. Þetta er bara, hann er að skróla þarna í róleðutunum. Já, ég held að þetta verður bara, þetta verður mjög spennandi og ég held að þetta verður alltaf geðveikur leikur. Ég svona yfirleitt leita þessir leikir svona í jafntefli. En ég held að, þú veist, ég held að annað lið, þú veist, ég held að hvort liðið vilji byrja á tapi. Þannig að 2-2 er eitthvað svona sem að... Já, er þetta svona... eins og úrslitaleikur í bikar þetta verður svona allir að ég held að svona kemur á röngum tíma í rauninni. Nei, ég held að svona ég held að þetta verði þannig að þú veist, það er eitthvað sem segir mér að Blika byrja þennan leik betur. Já. Og Víkingarnir vinnur sér síðan hægt og rólega inn í leik. Eina sem ég velti fyrir mér er sko Ólafur Ingi Skúlason, ég þekki hann ekkert sem þjálfara og ég held að sé hörmuleg byrjun á þjálfaraferli að byrja með íslenskt landslið, hvort sem er annars eða yngra landslið, því að þá ertu alin upp með belti og axlabönd í starfinu og ég er svolítið svona smeyku við hann nálgist Breiðablik bara eins og þá þjálfun sem hann hefur kynst að það verði að mæti í vöðlunum. Já, ég á erfitt með að trúa því sko. Nei, veitu hvert ég... Já, ég meina, já. Þú mæti sem underdog í alla leiki sem landsliðsþjálfari og en þetta er svona bara svona einhver... Það er mikið lagt upp úr, taktík og svona varnar shapei og öðru slíku en ég á nú alveg vonað því að... Nei, ég þekki náttúrulega Óla persónlega, náttúrulega hótuleg típa. Það sem ég vil hrósa honum fyrir. Ég horfði þarna á leik út á móti Strasbourg. Já. Þar fannst mér bara að liðið líta mjög vel út og spiluðu virkilega flottan leik. Það var ekkit endilega að sjá að þetta væri svona einhver landslýsbragur. Jú, auðvitað þarftu sem íslenskt lið að fara erfiðan útivöll og byggja á varnarleik, en þeir spiluðu sín bolta. Já. Og þá voru þarna atvik í leiknum og hugsalega ef aðeins þróa þeir í sinni þjálfun og kenna leikmönnum sínum aðeins, þá við geta fengið rauðspjald á leikmann Strasbourg, ég man ekki hvað ságæði heitir, og við erum bara inn í leiknum alveg fram á 90 sem þeir í raun voru. Og svo koma svona atriði, heyrðu, tökum langt allir inn í teig, langt innkast, tökum bara stutt og missum hann. Ég meina, þetta er allt bara hlutir sem þú læra af. Já, það er áður við förum í aðra leiki og ætla ég að hrósa Breiðabliki fyrir þessa frábæru síðu sínas, blikar.is, þetta er besta síða félagsliðs á Íslandi eða bara í Evrópu ábyggilega. Þarna færðu allar upplýsingar allt hjá Breiðabliki og á þessu tímu þar sem að, menn eins og ég er í miklum vandræðum út af þessari KSÍ síðu, þá verður að hrósa Blikum
og þetta meiri háttar að geta flett upp í þessari síðu því að þetta skiptir miklu meira máli heldur en margir verið státt að sjá. Mjög vel dokumenterað. Já, þetta algjörlega frábært hjá þeim. Besti bitinn frá Samherja, það ekkit betra en góðu fiskur eins og Snorri Steinn Guðjónsson segir svo oft. Og við skulum kíkja á aðra leiki þar sem að Valsmenn taka móti Þór. Sko Þórsararnir eiginlega betta bara núna með betta með peninga sem að Þetta með hásmóni. Danni Ála lét að hafa. Veitu hvað við? Þeir fengu 50 € ammó og þeir mega bara farið þennan leik og reyna. Farið bara og reyna að vinna Val. Skilur hvað við? Meina, ef það einhver tímann sem það ætlar að vinna Val og útivelli þá það núna þegar þeir eru kannski svolítið særðir eftir þennan KR-leik og með Jónatan átt þekki svo mikið stöðun á Hólmari en hann var allavega svona, virtist haltra í leiknum á móti KR þannig að þetta klárlega tækifæri fyrir Þóra að stimpla sig svona almennilega inn í þessa deild en eins og ég talaði síðasta mér finnst bara vant eitthvað svona eitthvað læti í Þórsarna sem svolítið það sem að Þórsarnir hafa svolítið tekið þeirra præti í að vera svona erfiðir bara svona hundar í þeim sko. Ég svona kallaði þetta því svolítið. Eiður, þú náttúrulega að spila fyrir Chelsea og Barcelona, ég ætla ekki að bera neitt þetta saman við það, en þá eru ofta áventur að mæta leikmunni sem eru bara, þetta er Chelsea og Barcelona, þetta er bara free hit. Við bara látum vaða og svo bara, ef við töpum, þá engin brjálaður við því, það ekki stóra máli. Já, engin bjóst við öðru minnur. Nei, þú veist bara, við erum hvort þeir að spila við Barcelona, við erum hvort þeir að fara að tapa, þannig að tökum bara sénsinn. Jú, meina, þú veist, það náttúrulega bara, það einhvers konar stemning. Í kringum Þórsarna að þið bara komni upp í eftir deild, sjáum síðustu umferð í fyrra sem var bara gaman að fylgjast með mér í lengi deildinni og bara stemningin í kringum liðið. Ég held að þetta gæti verið aðeins og erfiður útivöldu fyrir þá í fyrstu umferð. Ég sagði þessi stemning sem að Gunni var að tala um og allt svona þessi læti verði fyrir norðan. Að þar verður búin til eitthvað svona leggjum bara upp úr því að ná í sem flesti á heimavelli. Allt sem við fáum í Reykjavík eða útivöllum, það bara bónus. Nágrannar þeirra í Káa mæta Stjörnunni fyrir norðan á Greiðavöllum þar sem að Káamenn hafa auðvitað verið að versla aðeins í liðið sitt og það eru auðvitað Stjarnan. Það flesti sem á því að Stjarnan verði í þriðja sæti að það sé þriðja besta liðið á Íslandi í dag og auðvitað styrktur lið, sérstaklega með að fá Birni Snæ Ingarsson. Það er rosaleg styrking. Það bara svona upp á það að búa til eitthvað úr engu að þá held ég að séu nú bara ansi fáir í þessari deild sem eru betri en hann í því. Bara svona dræfa leikmenn þessi maður á mannstaða og búa eitthvað til. Það er einn X-faktor sem að kannski Eiður þú þurftir ekki að hafa áhyggjur af mikið á þínu ferli, það er veðrið. Þú veist, og aðstæður, ég meina að þú veist ekki, hvernig Gunni, þú ert minn veður sérfræðingur fyrir norðan, er allt í lagi eða? Já, þetta er bara, þú veist, ég held að það sé svona núna, þú veist, það fer að líða að vori, ekki bara hérna í bænum heldur líka fyrir norðan. Nei, ég meina, sólin hækkar allstaðar. Já, en það verður einhver ofankoma samt á sunnudaginn, þannig að það er svona, ég meina, það á að vera hlýtt. Það var ekki oft síðan voru eitthvað að fara að spila á Albacete og þið vissu ekki alveg hvernig aðstæð, þú veist að því FH getur að fæta eiga sko að... Nei, náttúrulega sögustanátt og súld. Nei, það er náttúrulega bara þegar þú kemst rjóman, má segja, þá gastu verið vissum það að það væri logn á vellinum, svona 90% tilvika og kannski einhver úrkoma og svona. Það voru nokkri velli, það var með á Stók, það sem að hornin voru opin, þannig að myndaði stundum bara eitthvað hvirfilbylur í miðringnum. Þú ætlaði að fleyta honum inn fyrir vörnina þá bara skaust hann tilbaka. Ég komið á nokkrum og það er the coldest stadium in the UK. Það? Já, það er þannig. Það er hvergi kaldara heldur en neymitt á Britannia veldur með. En fallegasta fólkið. Og það telur líka. Nú, ég var að tala um að leik IBVF og FH þar sem að þetta er svona algjör 50-50 leikur og verðist engin vita hvernig þessi leikur fer FH með flottan leik í fyrstu umferð bikarnum hjá sér. Það sem skoruðu 4 mörk og Jói Kalli gaman að sjá hann aftur af því að allt vesinni sem búið FH í ár það er Jói Kalli snillingur í einu Davíð dílar það alltaf Davíð og Viðarsson er bara alltaf búin að vera einhvern veginn bara svona
bara eins og the real Davíð Þór Viðarsson, bara alltaf einhvern veginn að svara einhverju spurningu sko, og Jói hefur einhvern veginn fengið að vera og það hefur líka verið auðvelt að ná í Davíð undanfarið. Já, Davíð er einhvern veginn hann tekur alltaf stóli og er alltaf harður og svara bara. En svo hefur við loksins fengið að sjá talað veður. Á ekkert að minnast á það hvernig það verður í Eyjum, Gunnar. Jú, við erum að fara þangað og það er sama þar, það ávæntalega að vera smá ofankoma. Sjáðu minn mann, hann notar norsku veðurstofuna. Það er ekki, hann tekur enga séns. Er ekki bara yr? Jú, það er yr. En sko, það á að blása þess. Ég veit að ég þekki ekki áttina, en það á að blása þess. En það verður hlýtt, sko. Það er 60 hiti bara og næs. Þetta var nákvæmlega eins og í Englandi, við fórum til Manchester og kíkja á veðurspána. Þá sagði einn alltaf, ég get alveg lofa eitthvað því, smá vindur og light drizzle. Light drizzle. Það var það er yfirleitt gott viður í Vestmanni. Já, það er yfirleitt það getur gengið að því vísu. Já, en það er náttúrulega skiptir máli hvort þú ferð frá Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn, það munar alveg einhverjum. Það er ekki bara að fara frá Þorlákshöfn núna? Er það þannig? Já, þannig heyrðu það, ég er ekki alveg all in í þessu. Nei. Við slum halda áfram með klárum íslenska fótboltan og kjarnafæði með Dóttor fútból, það sem við ætlum að klára að kíkja á þessa fyrstu umferð. Já, það er grillsíson og það verður grillað potti til Vesturbænum. þar sem allir eiga vona á KR sigri gegn Keflavík. Já, það verður líka þannig. KR er skemmtilega liðið í boltanum. KR-ingar spila djarfari fótbolta heldur en flestir og sama hvað okkur finnst þetta, ég held, það er allavega mín skoðun að þá hlutur fólk að hafa gaman að þessu. Já, bara. KR-leikir eru skemmtun, það er eitthvað öðruvísi. Þetta er bara, þú veist, það er ekki hægt annað, þú getur ekki einn daginn talað um að það sé leiðilegt að horfa á Arsenal og ætla síðan líka að fara að segja að það sé leiðilegt að horfa á KR. Það er, þú veist, þú verður að velja aðra hvora hliðina. Ég er enda báðum megin, sko, en... Langur inngangur, þú verður að velja báða aðra hliðina, en ég er enda báðum megin. Nei, þú ert alltaf að velja einhverja hliðar. Já, þú ert bara homeblest. Já, ég hef gaman að öllu. Þetta er bara mismunandi típur á fótbolta, þú veist. Þetta er bara KR, hvað? Já, bara góðu varja. Skilja þig, áfram. Nei, ég meina, KR getur spila langskemmtilegasta fótbolta. Það er ástæða fyrir því að við erum sammála þar. Já, það er ástæða fyrir því að ég held að það verði mjög vel sótt í Vesturbæinn í sumar og þessi auglýsing núna sem var birtist með Óskari Hrafn í morgunsárið, það var svona refreshing fannst mér að sjá hann. Ég bjóst ekki við því að sjá hann að auglýsa fatamerki. En þessi leikur fer svona, hann fer svona 5-0 er ekki 5-1 kannski. Er ekki sammála því að það er nauðsynlegt að byrja tímabilið fyrr eins og er að gerast núna, sérstaklega komin í HM sumar. Þannig að það verður að búa til einhverja stemningu í kringum þessa deild og fá fólki aftur á völlin. Það er ekkert skemmtilegur en að fara á völlin. 100%. Ég skil ekki þú varst að tala um að 32-lústin hefði verið hörmuleg. Nei, það var af því að það var svo leiðilegt að vera að spila á einu velli, svo að keyrti yfir eitthvað annað, svo að spilaðir einhverju leikinn í þessum leiðilegu höllum. En það var veður átt í smá þátt. Já, ég er að segja það var það sem var svo hörmulegt við þetta. Það var aðstæðunar. Já. En það er líka alveg hægt að segja, þú veist, var ekki hægt að segja sér þetta, þú veist, var ekki hægt að fara bara strax í plan B. Það var frábært í janúar og februar og mars og bara... Nei, ég er að tala um, sko, hefði þessi leikur þurft að byrja á Fylkisvelli, af því að aðstæður voru slæmar, sko. Já. Þegar ekki bara máttu vera allan tíman í skessu. Sko, í raun og veru ættum við alltaf að hugsa um veðrið í öllu, bara eins og núna ættum við bara að sigla F-liðinu til Eyja og bara spiliði núna með það er læg. Nei, það er bara raunveruleikin sem við erum að díla við, káringar auðvitað. Það bara vindur svo mikið upp á sig að fara að breyta öllu sumrinu. Færill leik er alltaf erfið. Já, það er rosa við sem að færill leik. Já, káringarnir, skemmtikraftarnir í boltanum og eru með öflugt lið. Við munum fá rauða spjöld hjá markmanni. Arnar Freyr spilar náttúrulega langt frá markinu. Sko þegar Pep Guardiola boltinn náði svona hápunkti hjá okkur í Barcelona Eiður, var á einhverjum tímapunkti þar sem að þú bjóst við því að hann myndi kannski setja útileikmann í markið. Ekki á þeim tíma. Nei. Sko þegar hann byrjar þessa pælingu þá var það bara, sko, þá var það hafsendarnir sem komu nánast
sikur megin við tegin við hliðin á markmanni til að byrja að spila frá marki. Þannig að markmann, sko, Viktor Valdes á sínum tíma, hann var ekki svona rosalega framar, hann var smá svíper, en leikurinn er búinn að þróast bæði hjá Pep og bara í heilsinni síðan þá, og síðan það kemur ekki óvart núna að hann myndi bara segja, ég þarf ekki markmann í þessum leik. Ég ætla að hafa útileikmann. Og ég ætla að hafa eitt sem getur spreða boltanum 50 metra á kassan á kantunum hjá okkur. Og svo vonandi, er hann ekki með smjör á hönskonum, sko, ef það skildi koma skot á mark. En þróun í leiknum er orðin það mikil að það kæmur ekki á óvart einn daginn. Mér finnst það vanvirðing. Og þá ertu að sýna andstæðing líka vanvirðingu með það, heyrðu. Þið eru það lélegir, við þurfum ekki svona markmann á móti ykkur. Maður hefur svona nokkri pælarar í fótboltanum sem maður hefur grunað að geti gert það, Jón Cruyff var einn þeirra. Ég meina Cruyff náttúrulega byrjaði þetta. Þetta er ekkert Guardiola sem byrjaði þetta. Cruyff byrjaði að setja markmann í markið sem var betri í fótbolta heldur en að verja bolta. Og það var Busquets, var frægur, hann var bara þriði markmaður, beint í aðalið. Pappi Sergio Busquets fyrir tók súpisa að reta út úr markinu. En vildi svo heppilega til að það var líka tengdasonur hans. Þannig að þetta var svona þakkaði fyrir tengdapappi. Bónusatni. Bónus. Já, maður er oft pælt í þessu. Óskar Hrafn er náttúrulega einn af þeim sem væri líklegur til að gera það. Og ég held að hann hafi nú sagt það í einhverju viðtali að það hafi nú alveg hvarlað að honum, sko. En það er náttúrulega bara þetta, það er alltaf að tala um, sko, varnarleik. Ég meina, varnarleikur KR er allt öðruvísi heldur en varnarleikur nánast allra annara liða í deildinni en kannski ef við tökum einhver íkt dæmi að lið sem að vilja spila svona lágblokkar fótbolta, að þetta er allt öðruvísi, ég meina varnarleikur KR snýst sko counterpress þegar boltinn tapast, að þá þarftu bara að passa það að liðið spila ekki fram á völlin. Þess þá heldur getur KR raun og veru leyft sér og þessi liði sem að spila svona aggressívan fótbolta leyft sér að vera með leikmann aftast með kannski hanska en er ekki eiginlegu markmaður. Þá er ég að tala um bara ef að Finnur Tómas væri aftast með hanska. Finnst þér ekki? Nei, þið finnst það ekki. Mér finnst þetta svona, ég sammálaði þetta svona smá lack of respect. Já, lack of respect og það getur ekki, sko, það er ekkert íslenskt lið sem að þróar eitthvað leikstíl sem eru svo, sko, langt á undan og langt fram úr öllum öðrum að þetta muni bara virka að spila ekki með markmann. Ég kaupi það ekki. En maður hefur alveg séð eitthvað svona, já, Malmö, Henrik Ridström, svona Örli Malmö, maður hefur séð eitthvað svona í Brasilíu, eitthvað Palmeiras eða eitthvað svoleiðis. Já, hvað hét hann aftur markmaðurinn sem tók alla vítaspyrnur og aukaspyrnur? Chilavert. Kóngurinn. Köngur. Tippmásleiki, við byrjum á leiknum sem að ég bara myndist ekkert á áðan Fram Ía, tölur. Það er ekkert eðlilega mikið af jöfnum leikjum. Svona 50-50. Engar afsakanir, bara ég vil tölur. Fram Ía. Ég ætlaði nú bara að ræða leik. 1-0 Fram. Þetta er mest í jafnteflisleikur sem ég séð, sko. Er það 1-1 eða? Já, og það væri, sko, ég þjálfa náttúrulega Vúk í FH og ég sagði eiginlega við þann dreng, sko, ef að þú slæðir ekki gegn hjá mér, þá er ég bara ömurlegur þjálfari. Og til miður var það þannig að ég er ömurlegur þjálfari. En ég er alltaf að bíða eftir því að hann gerði það á síðast tímabili og er alltaf að bíða eftir því að sá leikmaður, hann getur orðið yfirburðar fyrir framarna og mikilvægasti leikmaður liðsins til þess að gera eitthvað svona óvænt og eigin spýtur. Það er eitthvað skemmtilegt við að sjá Skagamenn þróun á þeim bæta við sér mikið af sterkum leikmönnum. Fullorðnum. Gísli Eyjóls kemur inn. Hvaða lið sem er á Íslandi geti notað angæði, sko. Þannig að það er gaman að sjá, sko, þessa peninga sem ábygglega sem hafa fengið fyrir Hákon, Haralds og alla fjölskyldur. Tekk húsgögn og allt það, sko. En mér finnst þau vera að nýta peningin mjög rétt og vel. Í eldri leikmenn sem stoppa stutt við? Nei, ekki sem stoppa stutt við endilega, sem að koma til að stabilisera. Og svo getur þau tekið næsta skref. Heyrðu, við ætlum að byrja á því kannski að hugsa efri hlutan þetta árið, svo tökum við stöðun eftir 12-18 mánuði. Hvað þurfum við núna að gera?
Það má breyta stefnu, það þarf ekki vera ein stefna sem að, þetta ekki pólitík sko. Þú þarft ekki að lofa 5 ára stefnu félagsins og standa við hana algjörlega. Hlutinni breytast í fótboltanum sko. Já. Nei, ég algjörlega samanlega þessu, það þurfi ekki allir að vera í sömu pælingunum. Nei, ekki í sömu pælingunum, en þú hlýtur svona að vilja hafa eitthvað blúprint hvað þú vilt gera, annarkvort ertu... Þeirra stabilisarlið þeirra færa það úr fallbaráttu og upp í efri hlutan og svo alltaf reyna svo til. Ok, þannig að þetta árið ætlum að færa okkur upp 5 sæti. Já, það er fórnarkostnaðin þá sá að líklega sjá við færri unga skagamenn spila fyrir ÍA. Af hverju ef þeir eru nógu góður? Þeir sem eru nógu góður spila. Já, við vitum alveg hvernig umhverfið er samt. Umhverfið er ekki, ég meina við sáum bara hækkandi meðalaldur á deildinni ár frá ári. Já, og erum við ekki að halda áfram? Heldur þú að það væri margir sem að myndu spila Sigurður Breka til dæmis? Heldur Sigurður Breki, ef að Sigurður Breki var í einhverju öðru liði eða undir stjórn einhvers annars þjálfara heldur en Óskar Sáms, heldur þú að Sigurður Breki væri spilandi? Já, því hann er nógu góður. Já, en það þarf samt að vera... Ef ekki samt að sjá Sigurberg að gera eitthvað árum við fyrir að tala hann... Ég er búin að sjá hann á undirbúrstímum. Já, þú veist, svo byrja mótið. Já. Ég sé ótrúlega leikmenn standa sig vel á undirbúrstímum. Já. Það er... Ég sá nokkra ógeðslega góða æfingu. Já, ekki æfingarleikmenn. Sérstaklega oft markmenn. En það er náttúrulega, þú veist, ég meina... Það er meira welcoming að vera í FH akkurat núna sem ungu leikmaður. Eða við tökum bara FH sem dæmi, þar sem að yfirlýst stefna er að yngja upp liðið. Heldur hann að vera í Víking. Og hvað heldur að gerist ef að FH er í neðstu 2 sætunum 5 umferðir eftir? Ætli ég taki því bara og já, við gerum þetta allavega á ungu leikmönnum. Ertu að tala um að þá mögulega geti Jói Kalli farið? Nei, ég er bara að tala um, sko, þetta er svo brothætt að við getum allir verið með stefnu og við ætlum að yngja upp og veist, það er stefnan. En hún þarf ekki vera svona beinskeitt að það þurfa að gerast á fyrsta árinu. Þú getur notað einhver 2-3 tímabil í það. Ég myndi að Skaginn vill stabilisera sig, vill ekki vera í fallbaráttu eins og í fyrra, fara upp 3-4 sæti á þessu tímabili, taka stöðun aftur, hvað gerum við núna? Þetta þarf ekki að vera svona mikil bylting. Og leið og segjum bara, við erum að taka FH sem dæmi, þeir tapa fyrstu 3, hvað þá? Heldur við fara ekki á markaðinn og þá þurfum við, okkur vantar reynslu. Jú, já. Gæti gæst. Það geti nefnilega hæglega gæst. Eiður sagði 1-1, þarna förum við í leikin í kvöld. Víking og Breiðablik, hvernig fer hann? 2-2. Ég nenni ekki að skemma partíið, sko, 0-0. Heldur það? Já. Ok, bjóða 5. Já. Það sé að vera alltaf mörk í svona. Þetta er nú eiginlega erfiðasti leikur. Ég ætla að segja að Eyjamenn vinni þetta 3-2. Já, Eiður. Já, þetta verður markaleikur. Þeir algjörlega eftir vindátt. Hver nýta sér meðvindin? Ég segi bara 3-3. Káa Stjarnan? Líka, ég ætla að segja 1-2 Stjarnan. 1-1. Herrbyrju, Eiður komið 4 í aftur, ok, Káa er Keflavík. 5-1 Káir. 3-1. 3-1 Valur Þór. Segja Valur vinni 2-0. Þetta verður 3-0 bara. Já, ok. Þú varst eitthvað að gera við Þórsjögur fyrir í þætturum, en ég hef talað um það líka mikið á heimavelli. Þeir eru útivellinu. Hjörvar. Já, það er rétt. Já, við ætlum að fara yfir í enska boltan. Færum okkur úr þeim íslenska. Vonandi byrjar þetta vel. Við þurfum á því að halda að fá fjör í þetta allt saman. Volt sér matinn fyrir þig helgina. Risa matseðil í boði á Volt og svo getur fengið allt Costco-dótið heimtíðin með Volt. Þessi byrjum þetta á liðið sem að það er svolítið langt síðan að spilað. Leikur á 15:30 á sunnudaginn Chelsea á móti Manchester City. Liam Ross senior setti Enzo Fernandes í 2 leikja bann fyrir að tala um svona framtíð sína og svona ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði þetta. Birkir, hvað sagði hann aftur? Hann sagði að hann geti hugsið að spila einhver starf staður og eitthvað svona á Rossani og sett hann í 2 leikja bann. Hann elskaði Madrid sem borg. Já, hann var ekkert að tala um Real Madrid, hann var bara að tala um borgina. Hann setur hann í 2 leikja bann. Já, sko. Fyrir pælingin. Ég veit það ekki. Einhvers konar statement, sína einhvers konar styrk. Ég er ekki alveg að kaupa þetta, sko. Ég myndi ekki gráta það að
Enzo færi frá Chelsea og fengum svona 80% af peningum tilbaka sem fyrir það 80 milljónum punda væntanlega. Mér finnst hann fínn, mér finnst hann ekki yfirbara bestur í neinu, hann bara svona þokkalög, náttúrulega góður í öllu, við erum að tala ensku úrvalsdeildina, ég ekki að segja að hann sé average í einhverju. Mér finnst hann ekki þessi drifkraftur sem hann á að vera, mér finnst hann ekki þessi yfirbara maður sem hann á að vera inn á miðunni. Sko, back in the day, alltaf gamla tala gamla dag. Gamla góðu. Það voru svona skýr fyrirmæli, þegar við farið í landslýsverkefni, ekki tala stöðuna hjá félagsliðum. Það voru allir sem fengu þau skilaboð sem leikmenn. Aðrir notuðu það sem glugga til að náttúrulega sína fram á það, séu ósáttir við sína stöðu eða ósáttir við gangmála eða eitthvað. Og nokkri leikmenn Chelsea hafa gert það. Akkur tekur hann þá ekki Kukureya og gerir bara sama. Það verður verið einhver skýr lína með alla leikmenn. Kukureya, af því að hann ólst upp í Barcelona og það vita það allir, það skilja allir og vilja fara til Barcelona. Það vilja allir í heiminum. Og ef þú fættist þar, þá er bara á fjölskylda mín þarna líka, en hann að segja sama hlutin, sko. Þannig að í gamla daga var þetta bara, ok, við erum ekki sáttir, þau ekki við laun, tekin að þér. 2 leikir. Þetta var Port Vale í bikarnum. Þú gæti ekki haft einn leik. Ekki segja mér það ef þetta hefði verið PSG í meistaradeild, að þau gert það sama. Þannig að mér finnst að sína bæði, einhvers konar statement en bara veikleiki. En svo líka bara gott, sko, hann sem 2 leiki, sko, að ef hann hefði sett 3 leiki, þá var það United sem er í direkt keppni við top 5. Þannig að hann, ég seti í 2 leikjum hann. Það er svona mín lausn á þessu öllu saman. Þetta er lengjubikar og deildabikar. Eða þú veist, þetta er ekki það. Þetta er mjög léleg, ég er alveg samanlega, þetta er svona, mér finnst þetta frekar léleg stjórnun einmitt líka af því að þú veist, maður myndi halda að þú væri að reyna að gera allt einhvern veginn til þess að halda hópnum svolítið þéttum einhvern veginn og vera ekki að búa til einhverja svona núninga hingað og þangað. Fyrir mig sem Chelsea mann, Kukureya má fara, Enzo má fara. Mér finnst ekki það yfirbúrur að sé ómissandi. Nei, og líka ég meina ef að menn tala að þeir í eitthvað að því að vilja fara, ég meina, og þá ekki bara leyfa mannum að fara, ef hann vill ekki vera í klúbbnum, þá myndi maður halda það bara burtu með hann, sko. En ef þú setur í þessi spori 25-6 ára og það er alltaf verið að taka bestu leikmenn og alltaf verið að tala eitthvað við ætlum að vera góður eftir 5 ár, þú bara segir við það, ég hef bara ekki 5 ár, ég vil fara. Þú veist, getur ekki sett í þeirra... Jú, mér finnst bara, sko, Enzo ekki nóg góður til þess að koma með það statement. Nei. Að hann sé að bíða eftir því að verða góður. Hvað er hann svona langt framundan, komin löngu lengra heldur en allt Chelsea-liðið. Nei, en ég held bara þeir sem bara, ég hef kannski ekki þennan tíma til þess að, það var alltaf að tala um unga leikmenn og yngri og það er bara einhver í vörnina og, þú veist. Já, fara þá. Þú mátt fara. Við getum alveg gert þetta án þín, sko. Þeir eru búin að vinna 4 af síðustu 11 og það af 3 á móti einhverjum svona Port Vale og svo leiðis. Það er stórleikur í hádeginu á laugardaginn þar sem að Arsenal taka móti Bournemouth. Það er eiginlega, sko, skiptir í lengum máli. Sama hvað lið Arsenal myndi keppaði núna, það verður alltaf hark, en harka þetta ekki í gegn. Jó, þetta er náttúrulega, þetta er rosalega mikilvægur leikur. Ég meina tala nú ekki ef að Manchester City klára Chelsea og ekki með neina utanakomandi tröflun í Champions League að það má alveg búast við því að í þessum síðustu 8 leikjum hjá City að þetta verði, þú veist verði ekki bara 8 sigrar gerir ráð fyrir því? Já, 8-3 8-3 ég er ekki nóg öflugur í þessu já, þetta verður sko já. Ég hef samt alveg, þú veist, maður hefur alveg svona, ég ætla ekki að segja áhyggjur, en þú veist, það væri alveg sterkt held ég fyrir Arsenal að ná að koma inn 2, 3, 4 mörkum aðeins bara svona losa einhver beisli sem að hafa verið á þeim í undanfjöldanleikum. Þeir hafa verið að koma sér í stöður en ekki verið að ná að klára þetta. Liverpool og Fulham mætast ótrúlega sigumarki á Harrison Reed í fyrri leikliðana þar sem hann lét vaða þarna einhverjum 30 metrum. Burnley og Brighton mætast Brentford og Everton. Það er síðan stórleikur í kvöld. Það er að segja leikur West Ham og Wolves. Ég veit hann hljómar ekki sexy en þetta er feikilega mikilvægur leikur auðvitað fyrir West Ham sem er í fallbaráttunni. Sko, hvaða lið fellur með Burnley og Úlfunum Eiður?
skrítið að segja Tottenham. Já, það skrítið. Af hverju? Að þið voru fót í Serbi og maður svona vonast eftir einhvers konar reaksjón. Hann breytir þessu á nokkru vikum? Nei, bara geti komið einhvers konar báns. Já, ég minna þá þetta bara vestan. Ég held að Leeds færi niður. Ég held að Leeds færi niður. Nei, það ágætis momentum á Leeds nefnilega. Og þeir eru svona, þeir vantar sigrana sko, landsjöður unnuleik, en þeir alltaf tóku það vantar öllum liðum á þessu róli sigrana. Já, talandi það, frábæri úrslit hjá Nottingham Forest í gær á útivelli gegn Porto, sem við fengum náttúrulega sko enn eitt bullmarkið í heimsfótboltan, þar sem að hægri bakkurinn ætlaði að gefa tilbaka markmann og boltinn var beintir í markið 1-1 þar. Það var spynna. Já, bara ótrúlega bull. Aston Villa vinna 3-1 sigur á Bologna og eru bara búin að ganga frá fáránlega professional jobb hjá Villamönnum. Villa, þeir taka að fá Nottingham Forest þeir fara útvöld gegn Nottingham Forest. Crystal Palace, eftir þessi hörmung sem ég horfði á hjá þeim á móti Leeds daginn, þess að einum fleiri inn á staðanleikin, átti ekki skotamark, þeir tóku Fiorentina 3-0. Pakkuðu þeim saman. Hvað í gangi á Ítalíu? Það bara það þarf að eiga sér staðið einhver naflaskoðun þar. Ég meina, náttúrulega með landslið Fabregas búin að benda á þetta núna í 2 ár. Já. Og sagði bara, ég vil spila ítalsku strákum, það ekki koma neitt upp. Nei, ekki neitt. Mér varst besta kommenti sem ég las með ítalska boltan, það var Jürgen Klinsmann sem alltaf spilaði á Ítalíu og þekkir ágætlega til. Það sagði leikmenn, ungi leikmenn eins og nefnum með aðeins og íkt Lamine Yamal og þessi ungu strákar sem að koma upp á Spáni, þeir væri í seríu B til að fá reynslu á Ítalíu. Já, bara spila með Frosinone. Hugsunahátturinn bara ekki að henda ungu leikmenn. Þeir fara miklu frekar í reynslu heldur en unga leikmenn. Og svo þegar þú ert búin að gera það í X ár, að þá kemur á landsliðinu. Já. Þegar það virkar ekki akkurat á þeim tímapunkti. Jú, minna, rautt spjald og óöfnir þetta út, en alltaf óöfnir, rauðspjald breyta leikjum. Já. Þannig að allt í einu erum við að horfa á heimsmeistarakeppnina aftur án Ítala, sem bara leiðilegt. Ég meina hugmynd fyrir ykkur, fyrst þið eru komið með 48 liða HM. Eða þá ekki liðin sem hafa unni HM, bara fá automatic passa. Þetta er með betri vikurnar ég ræði. Já, ég man ekki. Þeir eiga bara að fá, þú veist að þetta er hvort þessu mörglið. Bara ef þú vinnur á, þá er bara með eilíð að passa á HM. Þetta er langbæsta hugmyndin. Já. Þetta verður að vera svona. Ég meina, þú veist, þú verður. En það má samt ekki samt sko, Ítalíu svo lélegir að það má aðeins. En þú veist, samt, þú veist, þeir koma alltaf hérna í geggjum treyjum og einhvern veginn svona jakkafötunum flottustu sólglerjum, sko. Þú veist, þú vilt bara hafa. Ég sé myndina Pirlo einhvern tímann að labba niður flugvélum með sólglerjum og læti, Guðminn almáttur. Ég var að ræða þetta bara við ykkur í vikunni, ég man ekki við hvern þetta er bara masters, þegar þú unni græni jakkan, þá ertu bara inni. Ég meina, við höfum tekið, þú veist, Eurovision með þetta þannig að það er Bigs, Eurovision með það sem kallast Big Six, það sem eru, þú veist, 6 þjóðir sem eru svona stórar, þú veist, þú vilt ekki fara inn í Eurovision þar sem að Bretarnir ekki meðskilur eða eitthvað svona. Já. Þú veist, og það er komið í vekk fyrir það, þau fara sjálfkrafa úr. Þetta er svona eins og að Þýskaland myndi missa og komast að HM í handbolta, það er jáfnlega hendi eitthvað óvænt wildcard, það er hérna, bara inn komist ekki, komið hérna inn. Nei, ég veit ekki hvað við, þú verður bara stóru markaðina inn. Ég meina, Big Market Wimbledon, tennis, gerir það líka, wildcard, og það er alls konar wildcard í öllu nema fótbolta. En þú verður að vinna fyrir þessu. Fyrir áhuga mennum svo sem ítalska kallmenn þá getið farið á klósettið á Circolo Popolare, þar eru myndir af Paolo Maldini, hann er eini maðurinn á myndi á öllu klóstinu, saman hvað þú lappar á klóstið, þá eru myndir á honum sem er áts hugmynd hjá þessum. Herri, talandi Paolo Maldini. Við vorum einhvern tíðan í og Auðun Blöndal náttúrulega með huge fan og konur, huge fan og alls konar. Herri, við erum vinahópur og við erum bara í paraferð, við liggjum á Sundlaugarbakkanum. Hver heldur að mæti? Við erum náttúrulega pottþétt með annarkvort bjór eða gin og tónik eða eitthvað við Sundlaugarbakkan. Paolo Maldini mætir. Já. Með besta tann sem við séð. Já. Með flottustu sólglurun, með flottasta hárið, með 1-2-faldan espresso. Situr bara þar og les bók. Já.
Það var ein mesta naflaskoðun sem að við höfum farið í kjölfarið, bara hversu konar auðmíkir eru við. Ekki nóg með það, þá kemur hópur af fólki sem spyr, excuse me, yeah, do you know who that is? Yes, we do. Is that guy famous? Það sást bara á honum að hann væri frægur. Þetta var ekki einhver bara... Nei. Þetta var ekki alveg ítalski túristing. Ég heldur reyndar að sko vonbrigðin fyrir íslenska konur séu þær horfa alltaf á ítalska landsliði fótbolta og halda Ítalía lítið svona út. Svo er það bara mættar á torgi í Milano og þeir eru ekki alveg svona glæsilegir. Ítalski fótboltamenn eru alveg sérstaklega. Já. Veist hvað við? Calafiori. Þú ert mættu til Torino og þeir eru ekki alveg svona, þeir líti ekki alveg svona út sko. Þetta er ofta tíðum bara truflubændur og eitthvað. Já, þetta eru truflubændunir með stóru nefin. Já, og svo er það mánudaginn auðvitað Manchester United Leeds. Við ætlum eins og vera bara að fara eldsnögt í vinnera og lúsera þessara viku. Dr. Fútból með 66 vandamál en útivistafötur ekki eitt af þeim og við skorum auðvitað fólk að fá klæða sig vel áður að fer á völlin. Ég mæli auðvitað með kraftgalanum frá 66. Erum við að fá kraftgala? Við erum að fara að fá kraftgala, já. Wow. Það er bara ekkit flóknar en það. Okay. Herri, hérna einhverju svona eftir þessa viku sem eru vinnarar að sjálfsögðu Glasner og Krista Palas eru vinnarar. Manuel Neuer, fertur vinnar eftir frábæran leik. Hérna... Ég meina Dóri Árna, ég ætla að gefa Dóri Árna þetta. Mér finnst hann mjög öflugur í uppbytuna þettinum hjá Sýn í gær. Já, stóð sér vel, saman því. Hvernig leið þitt í Blanki treði sér í úrslitainnvígið í gær og ég ætla að fá að velja ykkur vinnara þar. Og Rosso Biancos komnir þar í úrslitinn. Auðun Blöndal, er hann vinnir? Já, ég ætla nú að fá að setja hann vinnir. Er fósinn að opna í dag? Gunni, segðu mér. Þetta er munun á vinnur og lúsir ef hann opnar ekki í dag sko. Já, hann lítur að opna. Já, það er þannig. Þetta er fyrirsögn. En sko, hann átti ekki að opna í gær og opnar í dag. Þá er það bara eins og með Gylfa. Já. Off í gær, on í dag. Sjáum til. Hann er líka með... Það hlýtur að vera að menn fái að rölda það inn allavega og bara taka túrin allavega. Ég trúi ekki öðru. Svo er það með Emiliano Torrini í tónlistamennunum okkar. Já. Emiliano Torrini var með mér í MK. Og það var alltaf sagt í MK að úrslita söngkeppni framhaldsskólana það er bara snýst hver vinnur keppninni í MK. Því að var Emiliano Torrini, svo var Hafdís Huld. Já. Þetta var allt þannig. Þú veist, hún bara í skólanum. Hún bara í skólanum og Spún var aðal hljómsveitin og hún er bara í skólanum. Þannig var bara að tala um þessu keppni. Sá sem vinnur MK, hann vinnur þetta. Já, ég ætla að fá að minnast á Bó aftur í lokin. Það er náttúrulega kannski ekki miskilið mig. Fyrir mér er hann vinnir af því að hann skilur svo mikið eftir sig fyrir okkur íslensku þjóðina og allt sem hann hefur gert, þannig að þetta er meira í virðingaskyni heldur en öðru. Já, algjörlega. Þetta er einn maður sem að má alveg minnast á tvisvar í einum þætti. Já, hann er heldur betur Óskar Hafn, vinnur. Hann er vinnur. Já. Fyrir að bara vinna Val. Já, flott Já, og aðstofa þjálfarnas Hemma, vinnur, sem er pound for pound besti þjálfari í heimi. Krisparsæl. Það er alveg gott að hann er pund fyrir pund besti stjórin. Eða besti þjálfarinn fyrir ekki. Svo þetta sé nú allt saman sagt rétt. Svo eru Kali og auðvitað vinnur að líka. Þeir eru búin að selja eins og titlingar á þess að tónleika sem að verða á Þingvelli. Fá að fara á Þingvelli, sko. Coldplay og U2 fengur bæði nei. Já, ég meina það er konum með það? Nei, ég ætla að heyri þér með það. Já, ég er með það. Já, gott. Takk. Þetta er svona þægilegt, sko. Sæll Jóni. Það segir Jólarinn. Hann var ágættur í fótbolta. Já. Hef ég heyrt. Fyrir krossbandaslit. Hann sleik krossband. Ok. Já, ég bara hefði hann bara verið fínn í fótbolta og en svona er bara lífið, það er ekki alltaf þetta. Þetta fara alla leiði í þessu öllu. Svo er það Brási, Saga Birgis. Náttúrulega bara standa sér vel í 8. settinu í Mosó, í Framsókn. Já, Framsókn. Leiðtóðumræðum í vikunni. Stóð sér vel. Já, ég held við séum öll stótt á hann. Já, mamma allavega og pappi. Já, Ólympíufarinn í fjölskyldunni. Já, hann er frábær og er að gera fáránlega góða hluti með Framsókn í Mosó. Já. Það væri til að sjá þig í baráttusætinu. Já, svona 4., 5. Já.
þá myndi ég svitsa mér yfir og er voter ID í Mosó? Þar ég að mæta með ID til að kjósa. Nei, ég held að það sé Ég get bara mætt og kosið. Ég held að þú getur bara mætt og kosið. Ég held að við viljum bara fá fólk á staðinn. Allir sem keyrir í gegn. Allir sem keyrir í gegn. Endilega góða á kjósið. Vegna bara í nei eða já með Einari á. Það sem þig vantar Einar á. Og mun koma Epic Gold Challenge með Varginum og Doc gegn Eyði og Blöðurum. Já, það er bara, já, það er við því. Ég og Gunni á móti Eyði Smára og Blöðurum. Það var geðveik keppni. Þetta getur orðið einvígi. Í hverju? Golfi. Já. Bara þið megið vel í íþróttuna. Við erum klárir. Já. Ekki fótbolta samt. En Voru ekki að tala bridge daginn, þá mikill áhuga maður. Viðar Logi spyr, veit Gunni hvort heyra sé ennþá Scared of Heights, þetta fræga lag í Eurovision. Já, hún lifir sig í gennum lagið. Hafa Gunnar Birgisson og Oddur Þórðarsson einhvern tíðan sést á sama stað eða er þetta einhverjum hjá GB og Sminkum Rúf? Hvað þá? Þessi fréttamaður hérna, Oddur Þórðarsson, hann er bara nákvæmlega eins og þú. Ok. Ég ætla að setja á mig glerun. Ég held að veri Aron Einar Gunnarsson. Eyður, myndirðu taka Ruben Amorim fram yfir Liam Ross senior hjá Chelsea? Nei, ok. Í alvörunni? Já, af hverju? Ertu að tala um að þetta sé svo vel að milli kúks og skýts, eða? Já. Já, ok. Já, förum aðeins neðar. Maður sjá, Eyður, myndirðu mæta á Millwall leik með honum Hauki Hlíðari ef hann býður á næsta ári? Ef Millwall fer í Premier League og hann ætlar að bjóða þær á leikinn, myndirðu segja já við að mæta? Já. Ég nema þessi Millwall West Ham. Þá myndi ég ekki þóra. Nema að vera algjörlega hlutlaus og hversu stóri er þessi menn sem eru að fara með mér. Þetta eru staðileg strákar. Já, þá sikur megin við mér, já. Þá fer ég. Það er bara þannig. Er eitthvað lið sem hún sérði eftir að hafa ekki spila fyrir Eyður? Ef svo er ákvörðu IBF? Nei, ég sé ekki eftir því. Hvort var skemmtilega áhorfs Táru Steini eða Viðurinn Hætti í Ísland? Það er spurning til mín. Ég ætla að segja Táru Steini, mér finnst það fín mynd og Jón Leifs, stórmerkilegur maður, myndi Gunni vinna Eyði í golfi, náttúrulega með fólki og öllu, þú veist, ég hef séð ykkur báða, þeir eru báðir mjög góðir. Það getur bara verið fróðlegt einvígi, Já, ég held að Gunni er náttúrulega tölvöld betri í dag, en ef Eyður myndi nenn að æfa, þá er hann helviti fljóttgóður. Við getum látið reyna á það. Það var gaman að láta reyna á það. Þekkist það í öðrum löndum að fyrirlega liða spái fyrir lokastöðu deildarinnar? Þetta spá... Nei, þetta er aðal íslenskt. Eða ekki? Jú. Ég veit ekki með Norðurlöndin, en þetta er bara eitthvað skrítið, En ég meina, fyrirliðar og þjálfarar... Mér finnst alltaf best að fá síðan viðbröðin. Já, ykkur í Spáni og Austur það er bara allir voða svekti með það. Já. Who gives a fly? Hverju að spá hverju? Hvort heldur með KR eða Breiðabliki í sumar, Gunni? Hvort heldur með KR-ingum eða Breiðabliki? Tindastóðsmaður? Nei, ég er að tala um í bestuðri. Ég hef sagt það frá byrjun, segi það alltaf. Ég held með liðinu sem Anton Ari spila fyrir. Það er svo góðu vinir. Það er eitt með þig, þú ert vinur. Ég er vinur minna. Og ég meina, og tengslið við Breiðablik eru mikil. Já, er eitthvað á RÚV 2 helgina? Já, það er eitthvað á RÚV 2 helgina. Er ekki bara, þú verðir andlit RÚV 2? Það stendur ekki á mér, Nei. Ég get alveg lofaði því. Það stendur ekki á mér. Og svo greiði kallinn sem var sagður, dáinn er á lífi? Já, það var nú ekki. Dáinn ekki glemdur. Dáinn ekki glemdur. Dáinn ekki glemdur. Ekki fallegt. Þetta er nú ekki fallegt og við sendum honum auðvitað hlýjar kveðjur. En hvað vilt þá meina að húmorinn gangi á langt? Var þetta ekki húmor? Nei. Þetta var ekki henni. Við skulum fara við þetta eftir þátt. Þetta er flókið mál en við sendum hins vegar mjög... Mér fannst það bara geggjaður brandari. Já, nei, þetta var ekki... Ég ætla að tilkynna nokkra dána eftir helgi. Já, nei, það er eins og það er. Við ætlum að enda allt saman á El Grandi og förum í El Grandi
Þorvaldur Freyr, við verðum alltaf að taka eina spurningu frá Veitu hvað segir hann? Þorvaldur Freyr. Var Gianfranco góður að sóla? Já, besti vinur að sóla. Það er Geir Ólafs þekktasti valsari landsins? Já, það er bara pottitt. Bæjamæl. Sér Eiður Smári eftir að bara fengi 1 rautt spjald af ferlinu. Hefur viljað gefa eina aðra einhver alveg tæklingu? Ég fekk 2. Ok. Já, það var 1 var Birmingham Bolton Wanderers. Ok. Beint rautt. Og það í einu skipti sem ég bara gjörsalega misti hausum og langaði að meiða mann. Vá. Hann var búinn að aðeins atast í mér alla leikinn. Það eru sama alledæs. Hann tók mig til hér og yfirleitt voru þetta 2 vikna laun. Já. Beint rautt, 2 vikna laun, bara týrikt að ræða það. Hann sagði, ég ætla ekki að sekta þig 2 vikna laun fyrir þetta. Nei. Hann átti þetta skilið. Og svo var 2 Granger. Já, einmitt. Vinstri bakur. Já. Þetta var ljótt, sko. Já. Ég er ekki stoltur af þessu. Nei. En svo fekk ég bara 10 daga frí, þannig ég fekk að koma til Íslands aðeins og bara kósi. Og seinna var móti Arsenal 2 gul. Já. Asnalett. Já, svona og það þar við satt, það var ekkert meira af rauðum spjöldum á þeim langa ferli. Lúkas Egill Elvarsson segir þar fjörvar að finna nýjan upplýsingafulltrúa í Víkinni. Já, ég þarf að gera það og svona er þetta. Fossin átti ekki að opna í dag, opnar hann í dag. Gylfi átti ekki að spila í gær, spilar hann í dag. Við veitum ekkert. Ég meina átti ekkert að snjóa í gær. Nei, en að snjóa í dag. Að snjóa í dag. Svona er lífið. Við ætlum að fara í Elgrandi og bara alveg í lókin af því að þið verið náttúrulega báðir veit ég límdir við HM í sumar. Fæ ég bara rúlulega við liðin sem verða HM og njóttu nýss í liðinni. Eiður, þú ert eldri og lefa að byrja. Hvað er bara með það? Við verðum bara fljóttir og við Brasilía. Eða taka þetta í stafur og svo? Nei. Curaçao. Við segjum Curaçao. Curaçao. Haiti. Haiti auðvitað. Já. Frakland. Skotland. England. Tékkland. Byrja á skoðun. Tékkland byrja á skoðun. Noregur. Kanada. Svíþjóð. Katar. Vá. Hvað? Það er bara gott tempo ykkur. Já. Marokko. Íran. Senegal. Írak. Írakarnir sko. Það eru mínir menn. Já. Ég meina Bandaríkin. Já. Kólumbía. Ef ekki hafa heimsmeistarana með. Ef ekki hafa Argentínumennina þarna líka. Uruguay þá líka. Já. Vá. Við erum eftir halva Evrópu sko. Það setja bara 5 sekundur á þig. Já. England, já, England er komið. Já. Noregur er ekki komið. Jú, Noregur er komið líka. Herru, hvað er að gerast? Þýskaland? Ekvador. Bosnia. Belgia. Tjóður, eiður fljótum maður. Holland. Já. Ég er aðeins svona... Já, hóla vel gert. Svo lægið aðeins upp hérna. Spenntan aðeins svona til þess að setja smá pressu. Aðeins að hápressa. Ég verð að koma fram við þið strákana mína jafnt. Eiður, ég verð að gefa það 7 sekundur. Kap Verdi. Já, grænhöfðaeyjar. Þetta dregur hann upp úr hættunum bara. Herru, Portugal. Það er ekki komið. Nei, það er ekki komið. Og Spánn komið það? Nei. Spánn. Mexíkó. Mexíkó er ekki komið. Gestgjafarnir voru ekki komið. Ok, herru. Suður Kórea. Suður Kórea. Það átt eftir. Það var eftir.
Fílabeinsströndin. Suður Afrika. Fílabeinsströndin, Suður Afrika. Hann hendir boltanum beint yfir. Kamerún. Spurningu svar, strákar. En Dr. Kongo. Dr. Kongo er þetta. Já, nei, Kamerún er ekki. Það er skellur. Ég er Ég er Kamerún. samanlega, ég er Kamerúni. Já, ég er algjör Kamerúni, sko. Herru, Ég vil að vinna þetta. þú varst að keppa bara við... Já, Sko, ég þetta hættur... rapid fire, sko, Kappe Verde, þegar hann dregur það upp úr hólunni, þá vissi ég að ég ætti á brattan að segja. Það var, Vá. já, ég verða, þú veist, I was not familiar with this game. Já, fallast ára ásins Íslandsmótið í fótbolta byrja. Þú getur setið allan daginn í dag, hort á íþróttir, hort alla helgina. Vantaði Japan og Kína. Já. Gleymir of China. Já. Ekki Eiður, hann gleymir aldrei China. Þeir eru svo sem ekkert eitthvað, ekki líklegir. Ekki líklegir í ár. Svo þetta er skemmtilega Paraguay-lið. Japan flottir. Tyrkinir. Já, Japan er flottir. Palinir. Hörkulið hjá þeim. Og Þetta er náttúrulega, sko... þetta var frábær frammistöð. Já, nei, ég er bara að tala daginn í dag, sko. Þetta er bara... Maður er svo spenntur, sko. Já. Það er Masters og það er Körfuboltinn og það er Víkingur Breiðablik og... Svo ætla ég bara að vera mættur hann á Fossin og aðtók hvort hann ætla að opna við. Ég ætla að vera mættur fyrir utan og ef hann opnar ekki þá bara... Nokkri fyrir utan. Eitt bara smá whisky fyrir utan. Aðeins að clear your throat. Er það bara brefbóki? Brút brefbóki. Já. Það var sapila. Já. En hvað, þú veist eins og hvaða whisky væri það? Hjörvar. Var það Jack? Hjörvar. Jack er ekki viski, Hjörvar. Ég veit ekki um whisky. Nei, Það veit ekki alltaf whisky. Ekki frekar en ég. Ég veit ekki um whisky. Ég er með mann í þessu. Hvað er þú að vinni? Ha? Breiðablik að Víkingur. Ég held að Víkingandi vinna. Já. Ég verð á vellinum. Þú eru á vellinum. Já. Og hverju meginn situr þú? Ég verð í miðinni. Ég ætla að vera ákvörðandi í miðinni. Þannig að helmingurinn á mér. Já. Strákurinn minn heldur með Breiðabliki. Já. Og þú svona ættir að gera það en einhver hluta væri. Já, ég held alveg. Þú ert líka, sko, þú ert réttum, sko, Já. ég myndi segja vitleysum megin við dalinn, Já. en þú ert alveg svona nálagt Fossvogsdalnum og getur Kópavóks megin. Já, við eigum dalinn, þið eigum vóginn. Það er rétt. Þannig að þegar Já, við Víkingar. Nei, við Kópavogsbúar og svo þegar við sækjum í átt að Kjarhólmanum í Reykjavík, þá erum við í raun og veru í Kópavogi. Gaman að segja frá því, við tók páskadag, byrjum daginn, nei, það var daginn fyrir páskadag, tókum daginn á því að lappa upp í Kjarhólma og fara með krakkana á snjósliða niður brekkuna. Löngu hérna? Löngu. Það var eins og að fara 20 ára eftir í tíma. Eða 30. Ég gerði þetta sjálfur sem barn. Ég tók drengi mína þangað og svo tók ég dóttur mína og bónusbönn. Já, svo væri það líka sko að það er engin lifta, þannig að þú ert að labba þetta tilbaka og gaman þess að 6 sekundur niður svo tegur við labbið. Þetta er æfing dagsins. Þetta er eins og bláhjöl. Það er bara 1,5 í röðinni og svo ertu 2 mínútur niður. Bara svo í stúttisumræð, það var einu svona hugmyndum að setja liftu þarna upp. Það var geðugt. Það er náttúrulega bara rétt, já. Svo ég er búin að tekna gólfvöllana sem enginn hefur áhuga á að gera. Og það er önnur saga, par 3 nýju hóluvöllur sem ég er búin að tekna. Og þyrftir þið þrefalt gler í húsið það? Ég segi bara að þú ætlar að búa nátt gólfvelli, sættu þá bara við að komi nokkru boltar í áttina. Já, það er nefnilega málið. Það er ekki verið að byggja honni. Sástu umræðan ef Gary Player með að það þyrfti að lengja alla velli í heiminum. Já, þegar þessi menn eru búin að stróka út par 5 hóluna. Já, það er ekki til neitt sem heitir par 5 í dag. Þú veist, menn eru að taka bara driver og svo eru menn bara að taka, þú veist, hann var að tala um bara, þú veist, eitthvað pits eða eitthvað inn á. Þannig viljum við ekki hafa þetta. Nei, en ég hef spilað í Himmeland í Danmarku, það er par 6 húla. Já, hún er hvað lengur? 600? Man ekki hvað hún lengur, en það var bara áhugavert að sjá par 6, ég hef ekki kynst í, þetta er minn stutt í ferill, ég hef ekki mikið verið að spila par 6 hólunar, en það henta mér ákveðlega. Það var líka að tala um að þeir eru farnir að dræfi yfir sko par 4 hólur. Já. Þannig að þetta er bara leiðilegt. Nei, þetta er þróun. Þetta er þróun, en þá þarf að þróa vellina í leiðinni, ekki bara kylfingarna og þú veist, það þarf að þróa leikin í heilsinni. Þá kemur að traditionalismanum í... Veistu hver er að fara að halda Ryder Cup 2035? Þar getur þú mætt og verið kóngurinn. Bolton. Holton Park í Bolton. Í Bolton? Já. Það er allavega, það eru teikningar og allt klárt, bara eina sem á þetta að skera er góð. Ég hefði ekki átt að
selja litla raðhúsi mitt í Bolton. Það gæti verið þarna í svona, þeir eru að berjast fyrir því að englendingarnir eiga skilið að fá Ryder Cup, Já. þeir eru að berjast til Luton að fá fá þetta, það var ekki belfrí núna og Bolton eru super confident að þeir séu að fara að fá þetta. Já. Geðvegt. Þannig að Hópferð þangað. hópferð til Bolton en Þá er gott að eiga íbúð í Manchester þá er gott að eiga bara einhver stað að geta komið en Dr. Fútból þakkar kærlega fyrir sig, verið sæl.